Hæ, í dag erum við að koma hér saman til að ræða þetta svo kallaða dómínóáhrif. Hvað, eins og pítsan? Nei, Lilja, það sem byrjaði fyrir heimsstyrjöldina og hvernig allir byrjuðu að berjast. Já, ég er svo til í það. Já, og þú veist, þetta byrjaði bara, þið myndi aldrei trúa því. Nú, hvað? Oh my god, segðu okkur. Sko, það var svona gauð sem hét Frans Ferdinand. Hann var svona stjórnandi í Austurríki og Ungverjalandi og hann... Býtu, er það ekki sikkvort landið? Nei, ekki á þessum tíma. Það var ekki fyrr, en seinna áratugum. Ok, bara leiðu við þess að tala. Ég er alveg smá forvitin. Já, ok, sorry, halda áfram. Takk. Svo þessi franskæi var að stjórna yfir Austurríki og Ungverjaland og hann fór í heimsókn til Bosníu. Já, ég var að heyrt þetta. En býtu, var það ekki Serbíu? Nei, þetta var í Bosníu. Af hverju var það Austurríki, Ungverjaland og Serbía sem byrjaði að fara í stríð? Viltu þú svara þessi Vigdís? Veistu hvað? Ég ætla bara að leyfa þér að svara þessi kæmi mín. Ok, sko, á þessum tíma voru geggja margir Serbar sem bjuggu í Bosníu. Mind you, Austurríki og Ungverjaland höfðu stjórn yfir Bosníu þá. Serbar vildu samt líka fá stjórn yfir Bosníu. Sko, það er best að nefna fyrst hvað gerðist við Frans Ferdinand og konuna Sofíu. Oh my god, já, þetta er ekki næs saga það. Nei, alls ekki. Þeir voru í Sarajevo þann 28. júní 1914 og það var major bad vibes. Það voru nokkri menn að plana að drepa hann. Býtu, ekki bara einn? Nei, það var heill hópur en sá sem endaði að gera þetta hét Gavrilo Princip. Ok, already obsessed. Hver var hann? Hann var ungur serbneskur þjóðernis sinni sem var brjálaður úti í Austurríki og Ungverjaland fyrir að vera með Bosníu undir sér. Sem sagt, pólitískur reiðipakki. Algjörlega. Og hann skaut bæði Frans Ferdinand og Sofíu. Bara svona bam, bæði dáin. Ef maður vill vinna heimsstyrjöld, þá þarf maður kraft. Það er gott að... Þú fær kraft úr kókónum. Oh yeah! Stop, both of them is crazy. Já, ok. Og þetta var þá momentið sem allt fór úr böndunum, right? Oh my god, hi babes, takk fyrir að vera að hlusta. Ég er sorry, bara aðeins að trufla af því að ég verði eiginlega að þakka sponsorinn okkar. Við erum með spons og sponsorinn okkar er nefnilega Hilmar. Og sko, við værum ekki hér að spila þetta fyrir ykkur ef Hilmar hefði ekki beðið ykkur það, skilurðu. Þannig að endilega þakki ég Hilmar. Takk Hilmar. En já, aftur að þættinum. Ok, þannig morðið gerðist. Af hverju var þá allur heimurinn brjálaður? Hér koma dómínóáhrifin inn. Austurríki og Ungverjaland var bara Serbía, þetta er allt ykkar sök. Classic blame game. Nákvæmlega, þann 23. júlí sendaði Serbíu ultimatum, basically lista af kröfum sem var næstu ómögulegt að samþykkja. Serbía samþykkti samt næstum allt, right? Já, en ekki alveg allt og Austurríki og Ungverjaland var bara stríð og lýsti yfir stríðið 28. júlí 1914. Drama level 100. Ok, og þá kemur Rússland inn. Já, Rússland var besti í Serbíu og sagði basically ef þú ræst á Serbíu þá ræstu þú á okkur. Og Þýskaland var þannig með Austurríki og Ungverjalandi? Yes, Þýskaland var bara loyal eins og enginn væri morgundagurinn. Og Frakkland? Frakkland var með Rússland í liði og báðið Frakkland og Þýskaland voru nú þegar í svona ministríði og það hefði engar áhuga að vera næs. Svo þetta voru eins og svona two teams? Exactly. Og þá gerir Þýskaland eitthvað extra, ekki satt? Jú, Þýskaland keyrir á Skyfuel áætlunina sem að basically ráðast hratt á Frakkland í gegnum Belgíu og klárum þetta. Belgía sem var bara chilla? Já, og Bretland var með Belgíu í bandalagi, svo Bretland var bara, excuse me? Og þá hoppa Bretland inn í stríði líka? Já, þá var þetta ekki lengur, smá evrópskt drama heldur fyrri heimsstyrjöldin. Allt þetta einu morði? Já, 1 morð, bandalög, stríð, milljón dauðsfalla. Literal dómínóáhrif. Ok, ég er shocked. History is kinda messy. Mjög, og þetta er bara byrjunin. Býtu, ef þetta er bara byrjunin, hvað gerðist næst? Buckle up, því að þetta stríð var ekki bara skot og sprengjur, þetta var líka kaos. Já, af því að þegar öll þessi lönd kom inn í stríðið, það var engin tilbúin í hvað þetta yrði langt og grimmt. Ég meina, allir held þetta er bara svona stutt stríð, ekki satt? Jú, þeir eru literally að segja, við verðum heim fyrir jól. Spoiler alert, þeir voru það ekki.
Ok, en hvað með fólkið? Hermennina? Sko, skotgrafa hernaðurinn var hell on earth. Hermenn byggu í kulda, rottum og stöðum sprengjum. Og þetta var nýtegur stríðs, eiturefnagagn, vélbyssur, skriðdrekar, allt miklu verð en fólk hafi séð áður. So, basically traumatizing. Mjög, heilar kynslóður brotnu andlega. Og dóminoáhrifin hætti ekki þar. Stríðið dró fleiri og fleiri lönd inn. USA! Já, Bandaríkin komu inn árið 1917. Aðalega af því að Þýskaland var að sökkva skipum og sendi líka þetta famous simmerskeiti. Wait, hvað var það aftur? Þýskaland sendi Mexíkó skilaboð og það var bara, hey, ef þú ræst að Bandaríkin, farið land tilbaka. The audacity! Bandaríkin voru ekki impressed og sögðu, ok, we're in. Og hvernig endaði þetta allt? Árið 1918, Þýskaland var exhausted, fólk var svangt og keisarinn sagði bara, I'm out. Stríðinu lauk, en afleiðingarnar voru langt frá því að vera búnar. Hér kemur annað domino, það ekki? Exactly. Friðarsamningurinn, Versailles-samningurinn var harsh. Þýskaland fékk alla sökina, þurfti að borga rosalega stríðsskaðabætur og missa land. Sem gerði fólk bara reiðar á fátækara? Já, og það skapaði fullkomu umhverfi fyrir mjög slæma hluti seinna. So, í rauninni, morð, stríð, þjáning, reiði, enn meira chaos. Já, fyrir heimsstyrjöldin var basically fyrsta dóminóið. Og það síðasta dóminói, seinni heimsstyrjöldin. Ert þú ungur, sterkur og tilbúin að sanna þig? Þá þarf Þýskaland þig. Vinir þínir eru þegar farnir. Þjóðin kallar. Ef þú stígur ekki fram, hver þá? Vertu alvöru maður. Vertu hluti af stærra afli. Þýskaland þarf þig. Núna. Skráðu þig í heyrinn á næsta pósthúsi. Oh my god, babe. Allt þetta út af einu skoti. Einu skoti og fullt af bandalagum sem enginn vissi hvernig ætti að stoppa, babes. Þess vegna þetta kallað dóminoáhrifin. Þegar eitt fellur, fallaði öll. Ég mun aldrei horfa á sögubók aftur á sama hátt. Same. History is literally just people making bad decisions. Og lærdómurinn, bandalög skipta máli, ákvörðunin skipta máli og eitt lítið atvik getur breytt heiminum. Ok, þetta var honestly iconic. Ok, wait, getum við talað hvað þetta var allt pína necessary? Mjög, þetta var bara svona, ég gerði þetta, nei þá gerði þið hitt og BOOM, heimsstyrjöld. Literally keðjuverkun sem enginn stoppaði. Og líka, allir voru svo confident. Já, allir heldu að þeir væru með svona plan. Spoiler, planið var ekki að plana. Svo þegar fólk talar dóminoáhrif, þá þetta eiginlega bara Fólk sem treysti á mikið á bandalög. Og hugsa og lítum afleiðingar. low-key eins og groupchat þar sem einhver segir eitthvað óþarfi. Og allir aðrir taka undir í staðinn fyrir að segja, hey, chill. Exact same energy. Og svo fyndið að pæla í því að enginn ætlaði sér að búa til svona huge mess. Nei, þetta byrjaði bara sem við verðum að bregðast við. Og endaði sem, ok, þetta orðið way too much. So, what did we learn? Kannski bara ekki láta hlutina fara á langt. Og hugsa aðeins áður en næsta dóminó ríkt. Ok, þetta var actually mjög satisfying. Exactly what we needed. Já, þetta tengir allt saman án þess að vera það depressing. Oh my god, af hverju ég literally crazy? Y'all can take me anywhere. Það annar sponsor í þessum þætti. Sko, þessi þáttur sem sagt líka sponsoraður af Superglue. Og ástæðan fyrir því að, veistu, við erum allar með geðveitt langar neglur og ég að búast því að þið heima sem að hlusta sé það líka. Af því that's the way to be, babes. Sko, í skotagröfunum í fyrri heimsstyrjöldinni, það var leðja, rigning og kaos allan daginn. Viðbjóðstækt, right? Engin luxus, engin tími og gervineglur. Algjörlega ómögulegt. Þú veist hvað skandalið þar, you're joking me, skilurðu. Ef eitthvað brotnaði, þá þurfti bara að laga það strax. Þess vegna erum við að partnera með Superglue. Superglue heldur hlutunum saman, jafnvel þegar allt að falla í sundur. Takk Superglue, þú bjargaði mér. Takk fyrir að gossipa sögum með okkur.
I hope you enjoyed it because you know I did.